þjálfunarsetri Icelandair á flugvöllum á völlunum í Hafnarfirði. Hér þjálfunaraðstaða á heimsmælikvarða og ef við bara hugsum aðeins gildi fyrirtækisins. Það endurspeglar gildin svo gríðarlega það sem fer fram hér. Upphaflega var þjálfunarsetrið byggt fyrir grunnþjálfun og síþjálfun flugvirkja, flugmanna, flugfreyja og flugþjóna. Þannig að öll aðstæðan miðaðist við það. Hér erum við með 3 flugherma, 1 Boeing 757, 1 Boeing 767 og svo erum við með Boeing 737 MAX. Það var gríðarlegt framfaraskref fyrir Icelandair þegar var ákveðið að kaupa fyrsta flugherminn. Hann var settur hérna upp í byrjun árs 2015. Við getum sett áhafnirnar okkar, flugmennin okkar, í aðstæðu sem að væri algjörlega óábyrgt að setja áhafnirnar í upp í háloftunum. 40, 30, 20, 10. Fyrst og fremst erum við að þjálfa okkar flugmenn í almennu flugi og öllu því sem mögulega getur misfarist. Þannig getum við líkt eftir aðstæðum og stjórntækin eiga að gefa tilbaka mjög líka upplifun eins og bara flugvél væri að ræða. Ég bara fullyrði það og sem ábyrgðarmaður að því að okkar starfsfólk fær bara þjálfun á heimsmælikvarða. Við erum að skaffa því tæki og tól sem bara með því besta sem gerist. Þannig að ég er sannarlega viss það að það skila sér. En það er mikilvægt að við tökum ábyrgð á eigin starfsemi og að við séum með þá sýn. Að þetta sé ekki bara eitthvað óþægilegt reglugerðar fargan, en þetta sé til þess að vernda okkur og styðja okkur og hjálpa okkur að vera örugg í okkar flugrekstri. Ég er mjög stolt af því að Icelandair hefur alltaf gengið skrefinu lengra. Við þjálfum fólkið okkar raunverulega miklu meira heldur en við þurfum að gera samkvæmt einhverju reglugerð. Við erum til dæmis að gera 2-falt meiri þjálfun í flughermi á flugmönnunum okkar heldur en kannski reglugerðin gerir kröfum. Aðalatriðið er að við erum vel þjálfuð, þannig að við bregðumst örugglega við ef það er eitthvað sem kemur upp á. Öryggismál er eitthvað, það er eins og þjálfun, þú ert aldrei komin að leiðarenda. Þú ert stöðugt af í huga alla daga og bara þarft í rauninni stöðugt að vinna að umbættum. Hér gaman að koma til vinnu, það býða mann alltaf ný tækifæri. Virkilega skemmtilegt og maður alltaf svona fresh einhvern veginn, það alltaf eitthvað nýtt. Það veit ég í kringum ykkur, þetta besti staðurinn til að vinna á. Hérna erum við með frábær aðstöðu og frábær tækifæri til þess að miðla reynslu til nýrra flugvirkja í faginu. Flugvirkjun hafði svolítið það sem mig langaði að hafa í starfi. Rosa fjölbreytt, alltaf eitthvað nýtt og þú veist, það er bara endalaust hægt að gera hérna. Þessi kom á óvart bara hvað flugvélin er mögnuð. Svo massíft dæmi og þetta er svo ótrúlega stórt og fallegt. Þetta er svolítið bara eins og líkaminn. Flugvirki er aldrei búinn að læra. Þetta er stöðugt nám. Segðu oft þannig að flugvirki sem er hættur að læra, hann er bara hættur að vinna líka. Það er svo skemmtilegt að fá að lesa þetta og svo koma hingað að fikta og skilja og tengja við það sem þú varst að lesa. Flugvirkjar skoða flugvélar nánast á hverjum einsta degi og það er raun og veru þannig að þegar flugvél kemur út af færibandinu á framleiðandanum þá hefst nýr ferill sem byggir á stanslausum skoðunum alla daga. Þegar flugvél kemur úr flugi þá þarf hún að fara í gegnum ákveðna skoðun. Svo koma vikulegar þjónustuskoðanir, síðan er þetta brotið niður í stærri skoðanir. A-skoðun tekur það bil 1 dag, B-skoðun tekur viku og C-skoðun hún getur tekið allt frá 2 vikum upp í 6 vikur, í manntíma frá 10.000 upp í 25.000 manntíma. Flugvél í raun og veru getur aldrei orðið eftirlitslaus í okkar skilningi, það þarf að sinna henni meira og minna alla daga. Öryggi er án efa langstærsti og mikilvægasti þáttur í kjarnastarfsemi okkar. Þetta er hugsunin hjá Icelandair alla leið og þetta er í raun það loforð sem við gefum okkar farþegum. Við höfum vélarnar okkar í lagi, við sinnum okkar hlutverkum alltaf með safety first hugsun og það er bara númer 1, 2 og 3. Þetta var frábært. Jú.